Kynnum við til leiks Sigþrúði Stellu Jóhannsdóttur, Náttúrustofu Norðausturlands og hún ætlar að segja okkur frá kortlagningu framandi ágengra plöntutegunda í Þingeyjarsveit. Gjörðu svo vel, Stella. Já, takk fyrir. Ég ætla að byrja á því að deila skjánum. Já, sjáið skjáin. Já, fyrirgeðu aðeins. Ég gleymdi að taka það fram í upphafi fundar að fundurinn tekin upp og það verður hægt að nálgast upptökur af erindum á vef Umhverfisstofnunar síðar. Já, gjör svo vel, Stella. Komið? Já, það komið. Það komið, ok. Herri, takk fyrir það og takk fyrir að fá að koma og kynna þetta verkefni sem við á Náttúrustofu Norðausturlands unnum fyrir sveitarfélagið Þingeyjarsveit. Nú, samstarfskona mín, Sesselja Guðrún Sigurðardóttir, hún kom einnig að vinna við þetta verkefni ásamt mér. Afsakið þetta. Jæja, við kemur næsta glæra. Nú, verkefni hófst þannig að árið 2018 þá leitaði sveitarfélagið Þingeyjarsveit til Náttúrustofu Norðausturlands til að fá ráðleggingar vegna aukinnar útbreiðslu framandi ágengra tegunda í sveitarfélaginu. Og Náttúrustofan hún lagði til að byrja yrði á því að kortleggja útbreiðslu tegundana til að fá yfirsýn yfir umfangið, en við teljum að með kortlegningu þá verði allar aðgerðir til að takmarka útbreiðslu þessara tegunda mun svona markvissari. Nú, lagt var af stað með verkefni tækjum 2 ár og fór vettvangsvinna fram sumrið 2019 og 2020 og áfangaskýrslu og skilaði í október 2019 og svo lokaskýrslu í nóvember 2020. Nú, Þingeyjarsveit náttúrulega eins og sést á myndinni ákaflega stórt og víðfeðmt sveitarfélag, en við okkar rannsóknarsvæði það náði yfir svona láglend svæði og byggðsvæði, þannig við vorum ekki að fara upp á hálendið í þessu verkefni. Nú, 4 plöntutegundir voru kortlagðar í verkefninu og 2 þeirra hafa verið skilgrendar ágengar hérna á Íslandi. Alaska lúpína sem er landgræðsluplanta eða var flutt inn til landgræðslu og skógarkerfill sem var uppalega tekið sín sem garðaplanta. Nú, við kortluðum einnig spánakerfill en þó hann hafi ekki enn verið skilgreindur sem ágeng tegund. Hann hefur hins vegar náð talsverðri útbreiðslu á nokkrum stöðum í Þingeyjarsveit. Nú, að lokum var útbreiðsla risakannar eða bjarnaklóar kortlögð, en þetta stórvaxin og breiðmyndandi sveipjurt sem getur valdið heilsufarslega tjóni þar sem að safi úr blöðunum getur brennt húð á fólki og hefur verið svona talsvert til umræðu. Nú, bjarnaklóin er framandi tegund sem er rækt í görðum en finnst nú í auknum mæli út í náttúrunni meðal annars vegna þess að menn hafa verið að fara með garðaúrgang og losa sig við hann út í náttúrunni og bjarnakló er svona mögulega ágeng tegund. Nú, verkefni var kynnt íbúum og óskað eftir upplýsingum, byrjuðum á því og þar sem við óskum eftir upplýsingum staðsetningu og útbreiðslu tegundana á jörðum þeirra og 15 aðilar höfðu samband við okkur með upplýsingar sem nýttust okkur ákaflega vel til þess að finna tegundina til dæmis eins og bjarnakló og svona minni breiður af til dæmis kerli. Nú, einnig fengum við upplýsingar og gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands staðsetningu kerfistegundana og bjarnaklóar. Þær upplýsingar voru orðnar gamlar og nýttust aðeins að takmörkuðu leyti. Þær hafa breiðst svo mikið út þessar tegundir að í rauninni þessar upplýsingar voru orðnar bara svona barnsins tíma. Nú, við kortlækningu tegundana í vettvangsvörðum þá notust við myndkortagrunn frá loftmyndum
þar sem var búið að setja inn útbreiðslu á Alaskalúpínu samkvæmt gögnum frá Náttúrufræðistofnun Íslands og við kortlagningu á Alaskalúpínu á vettvangi þá vorum við eingöngu að skrá nýja fundarstæði, nitað og teiknað inn á kort þá til viðbótar við þessa þekktu útbreiðslu af lúpínunni. Nú allir fundarstæðir kerfistegundanna og bjarnaklógar voru hnitaðir og teiknaðir inn á kort og einnig í Reykjadal og meðfram Reykjadalsá þá notuðum við flygildi til að taka ljósmyndir af svæðinu og síðan kortluðum við eftir þeim ljósmyndum. Nú við ókum alla þjóðvegi og heimræðar á láglendi sveitarfélagsins og heimsóttum hvert býli þar sem við bönkuðum upp á og leituðum frekar upplýsingar hjá íbúum þeirra. Og þá kom í ljós að margir íbúana voru á einhvern hátt að reyna að takmarka útbreiðslu þessara tegunda hjá sér, til dæmis með slætti, með því að beita hestum í hólf eða með því að stinga upp einstaka plöntur meðfram þjóðvegum. Þannig að stundum voru einstaka aðilar með ákveðin vegbút í fóstri, eins og maður segir. Og það sást vel af því að einstaka leiðum fannst lítið sem ekkert af þessum plöntum meðfram þjóðveginum. En það var líka þannig að íbúar voru svolítið að bíða eftir því hvað sveitarfélagið gæti kannski gert meira í þessu verkefni. Nú síðan voru bara þessi vettvangsgögn tekin og GPS-punktar og flákar og við settum þetta allt inn í myndkortagrunn loftmynda inn í landupplýsingakerfinu QGIS. Nú láglend og byggð svæði í Þingeyjarsveit má í grófum dráttum skipta í Aðaldal, Laxárdal, Reykjadal, Kaldakinn, Bárðardal, Ljósavatnskar og Fnjóskadal og voru tegundirnar kortlagðar á þessum svæðum. Kortið á glærinu sýnir þess að aðeins hluta svæðisins, það er hluta af Reykjadal, Kaldakinn og Aðaldal og útbreiðslu tegundirnar þar. Þarna sjást rauðu og bleiku flákanir, sjáum það mjög mikið þannig niður í horninu hægra megin á Laugum. En þetta eru kerfistegundirnar og sést þarna á myndina útbreiðslan mjög mikil á Laugasvæðinu í Reykjadal og skógakerfill er á mikilli hraðferð meðfram Reykjadalsá í átt að Vestmannsvatni. Einnig hafa kerfistegundirnar breiðst mikið út meðfram þjóðvegum eins og í Kaldakinn sem sést þarna uppi vinstra megin á kortinu. Nú á Laugasvæðinu og einu staði í Kaldakinn þá kannski getið sér glitta í gula punkta, þetta er útbreiðslan á fundarstæður bjarnaklógar sem fannst á nokkrum stöðum og í mismiklu mæli. Nú og síðan er lúpínan náttúrulega eru bláu flákarnir sem sjást á kortinu en lúpínan er víða svæðið og víða í mjög stóru breiðum. Nú niðurstöðurnar á kortlagningar þær gefa einnig upplýsingar útbreiðslu ágengu tegundana miðað við afmörkun friðlýstra svæða. En á þessu korti er búið að skáletra friðlandið við Vestmannsá og verndarsvæði Mývatns og Laxár meðfram Laxá í Aðaldal og sést lítill hluti þess svæðis á kortinu þannig uppi til hægri. Nú niðurstöðurnar gefa einnig upplýsingar útbreiðslu ágengu tegundana með við þekkta staðsetningu og útbreiðslu friðara plöntutegunda og válistategunda í sveitarfélaginu. En þær staðsetningar voru fengnar frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Og á kortinu sjást fundastæðir tegundana fjallkrækir sem eru þarna gulir tiglar, súrsmæru sem er rauður með rauðum tigli og munkahettu sem er grænn tigull. En allar þessar tegundir eru metnar í nokkuru hættu á válista. Auk þess sem að súrsmæran er friðutegund. Á kortinu má einnig sjá staðsetningu ferlaugungs sem er fjólubláu tiglar en hann er einnig friðaður en ekki á válista. En í sveitarfélaginu er að finna fleiri válistategundir og friðaðar tegundir en þá bara öðrum svæðum sem ekki sjást á þessu korti. Nú, í skýrslunni okkar þá settum við fram tillögur að markmiðum
með þessar staðgerðum til að hefta útbreiðslu tegundana í sveitarfélaginu og þessar tillögur þær byggðu þetta á þessum niðurstöðum kortlagningarinnar og lagt var til að helstu markmið með aðgerðum væri að koma í veg fyrir skaðavöldum bjarnaklóar og viðhalda náttúrulegu og fjölbreyttu gróðurfari utan ræktara svæða. Nú viðhalda nýtanlegu ræktarlandi en til dæmis kerfistegundina það leggja undir sig gömul tún og gera það verður erfitt að raunin þá rækta þau upp aftur þegar þeir eru búin að leggja undir sig gömul tún, mikil vinna fólkin í því og skiptir máli geta viðhaldið nýtanlegu ræktarlandi. Og síðan varðveita sérstæða náttúrusvæðisins og líffræðilega fjölbreytni þess. Nú, kortlagningin á útbreiðslu tegundana svona undirstaða, mikilvæg grunnur á því að marka stefnu síðan í aðalskipulagi Þingeyjarsveitar aðgerðir gegn þessum tegundum og hvernig megi haga landnotkun í sveitarfélaginu til að takmarka frekari dreifingu og útbreiðslu þeirra. Og í því samhengi náttúrulega sérstaklega mikilvægt að verja friðlýst svæði á náttúruminjaskrá og önnur verðmæt svæði sem auk svæði þar sem sjaldgæfar plöntutegundir vaxa. Og það auðvitað bara von okkar að þetta verkefni nýtist Þingeyjarsveit núna sem í vinnu, þau eru í vinnu við að endurskoða sitt aðalskipulag og það bara vonandi þetta nýtist þar og það verður hægt að koma svona fram með raunhæfar líka aðgerðir í kjölfarið til þess að hefta útbreiðslu á þessum tegundum. Bara takk fyrir.